Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góði gestir sem endra nær. Það eru hér Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður og Valgerður Árnadóttir, nemi og aktivisti. Verið velkomnar. Takk. Við erum, núna samankomnar svolítið til þess að velta fyrir okkur svona í samhengi við formannsslaginn í Sjálfstæðisflokknum, ekkert endilega bara út frá honum, en þessum pælingum svona óþekku embættiskonuna og hvað konur þurfi að gera til þess að sækja fram í stjórnmálum og fleira. Og þetta er kunnulegt stef. Við getum bara litið til Margaretar Thatcher í þessu samhengi. Þetta eru svona konur, þær einhvern veginn svona hjúpa sig með ákveðinu hörku og verða oft svona harðari og svona kaldlindari, af því að við erum nú að tala um Thatcher, heldur en kallarnir og fyrir vikið þá einhvern veginn öðlastar vinsældir og þá fer maður að velta fyrir sér er það þá að þeirra eigin verðleikum eða ekki og þar fram til göttunum. Hvað svona í þessu samhengi sjáu þið eitthvað í þessum formannslag og líka bara eftir köstunum, fréttunum og eftir og svona sem að fer með hugan svona að þessu og svona feminismannum í þessu að konur sé nú kannski ekki alveg alltaf æskilegar svona innan gæsalappa í svona stjórnunarstöðum. Já, fyrst þú myndist á Thatcher þá náttúrulega liggur það svolítið beint við að hugsa til Áslaugar Örnu sem að hefur nefnt hana sem svona sína stjórnmálalegu fyrirmynd í fleiri en einu viðtali. Hún tekur þennan svolítið pól einmitt sem hún varst að lýsa að vera, þú veist, svona svolítið eins og kvenmannskall, þú veist, bara vera ákveðin, vera svolítið köld. Áslaug Arna notar gjarnan húmor sem er þó á kostnað annara eins og við sáum í formannsræðuninnar á laugardaginn. Þá, þú veist, voru margir sem að hlusta á hann og sagði bara, hún með Kristrúnu Frostadóttur á heilanum? Hún vísaði til Kristrúnu sexinum. Hún er rosalega mikið að vísa til vinstri fólk sem að henni finnst vera að gera eitthvað ránt og benda þeirra mistök, en rosa lítið að segja hvað hún ætlar að gera öðruvísi. Og það er svona hennar leið til þess að láta í sér heyra og er náttúrulega algjörlega ólíku karakter við svo Guðrúnu Hafsteins sem að var í framboði á mótinni. Mín upplifun af Guðrúnu Hafsteins, þar sem ég var náttúrulega sjálf varaþingkona, var að mér þótti ótrúlega að þessi ljúfa kona sem var ekkert nema kurteisinn og elskulheitin gæti tekið svona slæmar ákvarðanir á þingi, eins og bara útlendingafrumvarpi og fleiri. Vegna þess að hún var svo eina af öllum konunum í Sjálfstæðisflokknum sem að heilsaði mér til dæmis. Ég náttúrulega var pírati, ekki í uppáhaldi hjá sjálfstæðismönnum, en tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem heilsuðu mér voru Birgir Ármannsson og Guðrún Hafsteinsdóttir. Og svo voru hina meira svona eins og einhver mean girl sem að bara algjörlega svona útilokuðu mann og gátu ekki einu sinni heilsað, Þannig að mér þótti það svona, þú veist, ég hef kannski ekkert mikla innsýn inn í hvernig hlutinni virka hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem ég hef aldrei verið í honum og er ekki persónulega kunnug fólki þar. En svona að hafa aðeins kynnst þeim þá sér maður svona regin mun á framkomu og því að Áslaug Arna, ég sé að fólk tala mjög vel um hana sem eru vinir hennar og tala hana mjög góða vinkonu og trausta og stuðningsríka, en hún er svona kannski típan sem er vinur þeirra sem hún græðir eitthvað á að vera vinur, þú veist, á þess að ég ætla neitt að vera persónugreinana. En mér þótti það svona aðalega munurinn á þeim tveimur að Guðrún Hafsteinsdóttir talaði um þessu gömlu gildi. Því miður hún nota því miður það hugtak sem er mjög umdeilt, stétt með stétt, vegna þess að nýnasistar hafa líka tekið það hugtak upp
og eru bara núna að dreifa límmiðum allan bæ, þar sem stendur stétt með stétt og þá eru þeir að tala um íslensk stétt með íslenskri stétt og Íslendinga vera stiðja hvern annan og þetta svona þjóðernisrembingur sem mjög leitt að Guðrún Hafsteinsdóttir skuli segja þó að sjálfstæðismenn hafi líka notað þessa orðræðu lengi en hún svona stendur fyrir gömulgildi stendur fyrir að gera sjálfstæðisflokkin great again þú veist, á meðan Áslaug Arna var kannski meira í þessum bardagaham meira líta fram á við, hún vil kannski meira frjálslindi og Guðrún Hafstein vil kannski meira íhaldssemi þú veist, þetta var svona svolítið íhaldssemin og frjálslindi að takast á þannig að já, þetta var samt svo mjótt á munum á milli að það í rauninni ekki hægt að segja að Guðrún Hafsteins hafi borið einhvern svakalegan sigur úr bítum þú veist, þetta eru 19 atkvæði sem munar Vestmannaeyingarnir eru brjálaðir þeir segja það að 19 atkvæðin, ég meina þeir hefðu að úrslitin hefðu mögulega farið á annan veg ef að þeir hefðu ekki verið viðteftir í einni sinni heima og þannig að þetta er alveg mitt, þetta er svona 19 atkvæði, þetta er ekki neitt Nei, þetta já, þeir voru með 15 atkvæði og þá hefðu þurft að endur kjósa, sem sagt hefðu þeir komið með það á móti þessum 19 Já, ég verða viðurkenna, ég horfði ekki á stefnuræður þeirra alla, ég sá bara í fréttum, þannig að ég svona, en ég tók alveg eftir þessu með Áslaugu Örnu mitt, hvað hún er svona, upptekin af að vera alltaf að skjóta á vinstra fólk eða á stjórnvöld, en varðandi óþekku stelpuna, ég svona bara, já, ég hef ekkert krufið þetta neitt eitthvað sérstaklega, en svona bara það sem ég séð af þeim í fréttum, þú veist, þá finnst mér að því við ætlum að tala um það, mögulega, eða hvað, óþekku stelpuna, ég meina, kannski af því hún er yngri, ég veit ekki, þá finnst mér Áslaug Arna vera miklu meira svona óþekk stelpa, en það er kannski, einmitt, Guðrún er meira svona hefðbundnari og náttúrulega eldri og svona hún var kannski með, það var sagt í fréttinu, hún hafði talað svona verið svona persónulegri nótum, kannski svolítið móðilegri eða eitthvað svona, Áslaug Arna meira reyna að vera svona hörð og sína já, ég veit ekki svo já En svo erum við náttúrulega komið með nýjan borgarstjóra og nýja borgarstjórn sem eru bara konur. Við erum með ríkisstjórn sem stýrt af konum og sjáu þið eitthvað minnstur sem að þið greinið svona, bara út frá þessum svona feminísku fræðum eru þetta svona óþekkar konur eða þær eru auðvitað mjög ólíkar? Það eru mjög ólíkar, sérstaklega í borgarstjórninni. Og en það er líka bara skemmtilegt en nei, ég veit það ekki það er þetta með vera óþekk nei, maður er kannski ekki beint óþekkur til þess að vekja athygli en svo er spurning ef manni verður eitthvað á að þá er einhvern veginn alltaf finnst mér miklu svona strangara tekið á því ef að sá sem að verður á er kona að þá allt í einu er það eitthvað rosalegt mál og þú veist segja einhver sé risaðla ég meina þegar hann er með risaðlu viðþorf ég meina það er bara eins og manneskjan hafi bara ég veit ekki hvað og nú er ég að vísa til Höldu Tölge hvernig þú veist það er eins og hún hafi farið með einhver landráð að kalla einhvern sem er með mjög gamaldags viðþorf eins og þessi að segja fólki hætt að væla sem er að glíma við einhver vandræði. Þú veist að tala um Þorgrím Þráinsson og ég er að tala um þá Þorgrím Þráinsson og Höldu Tölge segja, þú veist, talandi þú veist, ef að kona segir eitthvað, þú veist, segir eitthvað óvarlega eitthvað, þú veist, minnst eins og kallar megi bara segja, ég veit ekki hvað og allt og ekkert, og það er eitthvað eins svona, já, þú veist, það er ekkert gert svo mikið mál úr því. Þú veist, minnst það svolítið svona, þú veist, ef okkur verður eitthvað aðeins á og þá er það svo mikið mál og þá eru við svo mjög óþekkar, þú veist. Já, það er svona, ég sammála því og líka ef maður horfir á það bara ef að Þorgrímur Þráinsson hefði verið kona og Hulda Tölkis hefði kallað konuna risaðilu, ég held að hafi bara enginn kippt sér eftir það.
þú veist, þetta Þorgrímur Þráinsson, þetta kallmaður sem að margir aðrir bera virðingu fyrir og hafa fyllt bara alla sína ævi og mér sýndist nú á kommentakefnum, það voru aðalega fólk á hans aldri sem að vita hver hann og þú veist, ég hef ekkert út á hans persóna setja en það má gagnrýna og það má gagnrýna gamaldags viðhorf og það þú veist, það áður ekki að vera stórmála að kalla einhvern risaðelu sem með svolítið risaðelu, þú veist, sjónamið. Þetta ekkert eitthvað hræðilegt skammarir, það að segja svo miklu verri hluti og risaðelur, miðalda eitthvað, þú veist, það oft maður ofta að tala kannski, ég segi svona mögulega einhvern í miðflokknum að tala eitthvað og mann finnst þetta svona risa, þú veist, mér finnst eins og hún hafi gert, ég veit ekki hvað. Ég meina, hún sagði líka að vera ómenntaður sem hann ég meina, hún sagði bara sannleikann. Ég meina, og það fyrir eitthvað rosalega fyrir brjósta fólki, sko. En það náttúrulega því að hann með eitthvað plattform, eitthvað í öllum skólum landsins ár eftir ár og áratug eftir ár og ég meina, þú veist, hvað með allir menntuðu uppeldisfræðingun og sálfræðingana. Ég fór á fyrirlestur hjá Þorgrími Þráinsyni þegar ég var í grunnskóla. Já. Þá var nú bara eitthvað svona að segja okkur frá Tárbros og takkaskor og lalla ljósastur eða eitthvað. Og svona í mínum huga hefur hann alltaf bara einhvern veginn verið svona karakter en ég tók eftir þessu þessum snúning í deilunum. Það annars vegar að hún kemur hérna fram, kallar hann risaðölu, það fyrir brjóstöðu fólki og sko þá einhvern veginn verður einhver svona fúkirða súpa og þetta gerist nú yfirleitt ekki í einhverju tómi, þetta gerist nú yfirleitt líka með aðstoð ákveðna fjölmiðla. Af því að þeir nefnilega eru ansi flinkir að búa sér til smelli út frá andlundum kvenna og fólks í kannski svona feminskri baráttu eða bara fólki í mannréttindabaráttu eða þau sem að svona tala kannski gegn ríkjandi gildum og að því að fólk smellir á það og verður alveg brjálað og þannig að þetta líka þetta ábyrgð fjölmiðla ansi stór í hvernig svona við fjöllum konur og það áhugavert þú myndist að áður en við fórum í loftið að það hefði nú einhverjir kallar verið að tjá sig sigur og sigur og tap sjálfstæðiskvennina í gær. Já, það var hann Össur Skarphéðinsson sem tjáði sig sigur Guðrúnar Hafsteinssonar sem sigur Guðlaugs Þórs af því að hann vildi meina að á bak við þessara kvenna væru einhverjir hrútspunkar sem hann sagði sem að voru þá, þetta væru ennþá stríðandi fylkingar Guðlaugs Þórs og Bjarna Ben og Hádegismóum, hann reyndi að tala meir Hádegismóu heldur Bjarna Ben í þetta skipti en eins og fræktur orðið þá hefur Guðlaugur Þór og þá hafa þeir tekist á formans embættið, þannig að strax var einhver kall, þú veist, komin með þá skoðun að þær væru einhvers konar brúður þessara, eða þú veist aukaleikarar eða bara fylgja einhverju handriti þessara karla Guðlaugs Þórs og hrútspunkarna í Hádegismóum sem hann kallaði þá og það var líka áhugavert að leið og kona valið til embættis þá einhvern veginn svona, það eru kallar á bakveðana og það svona skoðun karla og ég svo sem ekkert heldur að rengja það vegna þess að þetta sjálfstæðisflokkurinn. Já. Og sjálfstæðisflokkurinn byggður upp á karllægum gildum og íhaldssömum gildum og til þess að ná frama í sjálfstæðisflokknum þá þarf kona að samsama sig þeim gildum og ekki vera mjög óþekk og við sáum það nú þegar að konur, mjög reyndar stjórnmálakonur í stríðum straumi flúðu flokkin þannig að 2015-16 eins og bara Þorgerður Katrín, Ragnheiður Elín Klausen, Elín Hirst Unnur Brá fór reyndar kom aftur Þórey, já þær flúðu flokkin vegna þess að þær áttu ekki upp á pallborði, þær buðu afhróð í kosningum í prófkjöri og þær sáu bara að þeirra, þú veist, ekkert eitthvað brjálæðislega róttæku femínísku sjónamið heldur bara svona sjónamið að það eigi sem konur einnig að hafa pláss í flokknum og að það eigi að hlusta á þeirra sjónamið líka, það átti ekki upp á pallborði á þeim tíma og það einu sem voru eftir voru Þórdís Kolbrún og Áslaug Arna sem voru náttúrulega ofbúslega ungar á þeim tíma og ekki reyndar þannig að það er líka að skoða það og svo sér maður bara Þórdís Kolbrún verður pínu óþekk
hún fer svona pínu gegn stefnunni með sínum skoðunum í hérna utanríkismálum og þá leið og líka bara að fara fram í þessu prófkjöru gegn Jóni Gunnarsinni að taka hans sæti eins og hann eigi þetta annað sæti í suðvestur út á já, að hún skuli dirfast tekið út á kvölunum að hún skuli dirfast að bjóða sig fram í annað sæti þú veist, og það, þú veist hún allavega ákvað að bjóða sig ekki fram til formans, hún svona sá fyrsti kosti sem ég hefði haldið þegar að Bjarni Ben ákveður að stíga til hliðar, þá hélt ég að hún myndi fara í frambúð. En það greinilegt að þetta olli það mikil andstöðu innan Sjálfstæðisflokksins að hún skildi hafa tekið þetta sæti af Jóni Gunnarsinni að hérna hún sá ekki að hún myndi fá nógu mikinn stuðning í þetta embætti. Já, það var allavega ekki nógu mikil hvatning einhvern veginn. Það var ekki nógu mikil hvatning. Hún fekk ágæti stöðu í Evrópuþinginu sem talskona barna í Úkraínu sem bara rosalega flott staða fyrir utanríkisráðherra frá Íslandi og unga konu einhvern veginn og upplið. Þetta svona talar kannski svolítið inn í einmitt hennar svona utanríkisstefnu og hennar stefnu. Já, og hún var líka mjög óþekkt núna á laugardaginn. Hún gagnrýndi Bandaríkin og sagði að þau vera á rangri vegferð og það hefur bara ekki gerst, segja spekingar í ræðu hjá sjálfstæðismönnum að þeir svona taka svona afdráttarlausa afstöðu gegn svona utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Menn þess að þetta hefur alltaf verið mjög svona kapitalískur auðvitað flokkur sem hefur verið fylgjandi svona bandarískum stefnum. Ég ætlaði einmitt að nefna þetta með Þórdísi Kolbrúnu einmitt. Hún var svolítið svona, var í annari stöðu en þær tvær náttúrulega og gat kannski lyft sér að gagnrýna aðeins þá. Og mér fannst það dálítið flott hjá henni að því nú hef ég ekki verið sérstaklega hrifin af bandarísk til dæmis hernum hér eða svona þeirra gildum. Ég veit það sko, en þess vegna var það ennþá svona svolítið flott sko, að hún skildi einhvern veginn svona alveg markvisst nefna það að þetta væri nú ekki góð þróun og þeir væri nú eiginlega skrifa sjálfa sig sem já, ekki lengur leiðtoga hins frjálsa heims eða hvernig sem hún orðaði það sko, bara með sinni framgöngu. En mér langar aðeins að staldra við og svona kryfja þetta að því að þetta svolítið merkilegt einmitt út frá þeim sjónum að Þórdís Kolbrún einn helsti talsmaður hernaðarhyggju Bandaríkjanna hér á landi og ég meina að það var auðvitað Lilja Alfreðs sem að skrifar upp á eitthvað tímann hvenær 2015-16 að herinn komi aftur og hafi aftur einhvers konar svona viðveru. Þetta gerist svo stigmagna svo næstu ár. Katrín Jakobsdóttir hún allt í einu einhvern veginn orðin í forsvari fyrir NATO og her á Íslandi og svo það Þórdís Kolbrún sem tekur við og hún talar þetta mikilvægi og það fjallaði það á RÚV í desember. Mér minnir að hafa verið í desember. Það var allavega seint á síðasta ári að hér væru hátt í 1000 hermenn og gríðarleg uppbygging á Suðurlandi hernaðarlegum skilningi og þetta kom svolítið flatt upp á marga. Kannski ekki alla friðasinna sem að hafa fylgst rosalega náið með öllum þessum málum en þetta mitt að Þórdís Kolbrún sem að þá talaði Bandaríkin sem bara vinaþjóð og þennan mikilvæga bandamann og hér eigum við að fjölga í herliði og það verður gert markvisst núna næstu mánuði segir hún. Hún stendur þarna upp á sviði nokkrum mánuðum síðar, 3 mánuðum síðar og svona eiginlega úthúðar Bandaríkja stjórn og talar að þeir séu kannski að bara einhvern veginn missa tökin. Þetta setur okkur í svolítið kjánulega stöðu akkurat núna. Lítur að vera svona gagnvart þessum ákvörðunum hennar að vera með risastóran bandarískan her. Já, mér finnst það náttúrulega bagalegt út af fyrir sig að við skulum vera í þeirri stöðu og það alveg rétt. Hún náttúrulega stóð fyrir því einhver leiti eða studdi það og þannig að mér finnst þetta hressandi
hressandi óþekkt eða hvað við erum að tala en ég meina bara, nei og af því að það náttúrulega búin að verða viðsnúningur í bandarískri utanríkisstefnu og bara stefnu yfir höfuð, þannig að samt ekki? Já, ég meina margt búið að breytast sko. Þú veist, varðandi mannréttindi eða varðandi tolla og varðandi ýmsar hluti sko, þannig að eins og Guðrún sagði, þau eru náttúrulega svo fylgjandi frjálsum viðskiptum, þannig að þetta kemur illa við Sjálfstæðisflokkinn sko, þessi hótunum að hækka tolla. Þetta er náttúrulega, mjög mikill viðsnúningur og mjög stuttum tíma. Þú veist, það er sögulega ekki hægt að sjá að neinn forseti hafi tekið sér til og gert jafn margar forsetatilskipanir á einu mánuði eins og Trump gerði og margar af þeim bara mjög mikil stefnubreiting fyrir bara bandarískt þjóðfélag og hvernig það er uppbyggt. Þannig að vissulega er þetta algjör viðsnúningur hjá Þórdísi Kolbrúnu en það fylgir greinilega því að Trump er núna forseti. Eða annað sem ég velti fyrir mér, fyrir ekki að grípa fram í, hvort að það sé bara svo staðreind að hún er ekki lengur í brúni í Sjálfstæðisflokknum. Hún er allt í einu bara farin að tala út frá sínu einhjarta en kannski ekki sem ráðherra í Sjálfstæðisflokknum. Það gæti verið mikið til í því vegna þess að og líka kannski bara smá pilla á þau sem ekki stuttana til dæmis að vera formaðir út af því enn skoðunum sko en ég allan að kann að meta það við fólk og sérstaklega stjórnmálafólk þegar að það vegna nýra upplýsinga ákveður að breyta skoðun og hún er alltaf búin að vera í stjórnmálum núna í 8 ár og hefur greinilega, þú veist, vaxið og tekið inn nýjar upplýsingar og það að hún fái þessa stöð hjá Evrópusambandinu sýnir náttúrulega að hún er að miklu leyti Evrópusinnuð og maður sá það í formannsræðum bæði Áslaugar Örnu og Guðrúnar Hafsteins að þær voru sko ekki á því að við ættum að fara í Evrópusambandi og þeim fannst það algjörlega ámælisvert hjá nýrri ríkisstjórn að ætla að fara í þá vegferð sem er áhugavert vegna þess að það, þú veist það eru allir búin að gleyma því að Bjarni Ben varð formaður á sínum tíma þarna 2009 vegna þess að hann var stöðningsmaður evrun að þess að taka upp evru og Evrópusambandsins og á þeim tíma þá þótti meiri hluta sjálfstæðismanna það góð hugmynd eftir hrun en hann bara fór aftur, hann fór inn í þetta íhald og varð alveg eins og hinnir hrútspunkarnir hana og já, þetta er áhugavert. Kannski sjáum bara Þórdísi Kolbrúnu að fara yfir í Viðreisn. Ekki ólíklegt. Það væri ekki ólíklegt. Ég setti status fyrir nokkrum vikum. Af hverju er Þórdís Kolbrún ekki Viðreisn og setti svona litaðan bakgrunn. Já. Ég man ekki alveg hvað samhengi þetta var. Jú, örugglega eldhúsdagsumræðum eða eitthvað, nei ég man ekki, þú veist, ég held að það hafi verið það. Já, einmitt. En hvað, svona, að því við vorum að tala um svona óþekkt, þessi, þú veist, svona óþekkar konur sem að svona brjóta reglur og er þá annarkvort haldið niðri og það svona, svona einhvern veginn lattar til áhrifa af félögum sínum og samfélaginu og svo er það óþekkar konur sem einhvern veginn svona brjótast fram og einhvern veginn af því að þær eru svona sérstakar og uník og fólk tekur eftir þeim sko, þú veist, hvort erum við að tala um í þessu samhengi, í stjórnmálum, erum við að tala um sérst, og eru vinstri konur öðruvísi hvað þetta verðar heldur en hægri? Já, sko frjálslyndur feminismi og róttækur vinstri feminismi er eiginlega tvennt ólíkt. Frjálslyndur feminismi gengur út á það að þú sért í þessum kapitalíska, karlæga heimi og þú styður hann og að þú viljir fá pláss við þeirra borð en þú viljir ekki breyta borðinu eða breyta forsendunum. En róttækur feminismi er náttúrulega að taka á þessu vegna þess að við viljum breyta samfélaginu. Við viljum taka á þessum kynbundna mismun. Við viljum uppræta kynbundið og kynferðslegt ofbeldi gegn konum og þess vegna erum við mun róttækari. Þannig að vinstri konur eru alltaf óþekkari heldur en hægri konur. Vegna þess að hægri konur eru að ýta undir kallaveldi sem hefur verið við lýði í mörg 100 ár. Þó þær séu þó að koma sér að borðinu með þeim. En það er bara á meðan þær eru innan viss ramma og við höfum séð það þegar þær taka ákvarðanir sem stríða gegn þessu
karlaveldi þá bara eru þær útskúfar eins og hefur gerst í Sjálfstæðisflokknum og í mörgum hægri flokkum víðsvegar heim. Þannig að já, sjálfsög eru vinstri konur óþekkari og tilbúnari í að taka óvinsælar ákvarðanir. Við sjáum það til dæmis bara Ingibjörg Sólrún. Það tók hana mjög mörg ár að verða borgarstjóri. Ferðalag hennar eftir að kvennalistinn var stofnaður og þangað til hún var borgarstjóri voru 20 ár. Það sem að hún var bara að berjast við þessa hrútspunga. Ég meina, hún var í borgarstjórn eina konan í kvennalistanum, hún var ekki með neitt með sér á móti Davíð Oddssyni sem var með ótrúlegan meirihluta í borgarstjórn á þeim tíma og þú veist, það sýnir bara alveg ótrúlega elju að gefast ekki upp. Þú veist, þær þurft að berjast svona, já, það er bara mjög harðan skráp. Bara Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Sigurðardóttir og kannski nýlegri dæmi eru Svandís Svavarsdóttir. Þú veist, við sjáum hvað gerðist þegar hún ætlaði ekki að hlýða og það bara því miður varð endalok vinstri grænna eins og við þekktum þann. Kannski mun hann eiga einhvers konar uppreisn en maður veit það ekki. Sjáu þið að því að já, þú nefnir Svandís Svavarsdóttir og mig, þá veit að hugsa ég til Katrínar Jakobsdóttur. Það er svona töluverðu munur á því hvernig annars vegar svona umræðan var í kringu það þegar hún ákveður að skipta starfsvettvang og draga sig í hlé og svo þegar Bjarni Benediktsson hann boðar til kosninga og dregur sig svo í hlé. Þetta eru tveir svona stórir viðburðir, þetta er alveg svona lýðræðislega svona bara svona svolítið sögulegir viðburðir báðir þessir að hún annars vegar sem forsætisráðherra fer og ætlar í forsetaslag og segir sér þá frá öllum skildum og svo aftur með Bjarna sem að þau í rauninni töpuðu bæði svolítið á þessu sem þau gerðu en hætta bæði og draga svo stjórnmálum. Sjáu þið eitthvað mun á því hvernig samfélagið hefur tekið þessu fólki? Og það þá vegna þess að annað þeirra hægri maður og hinn vinstri eða það vegna þess að annar kalla kona eða? Mér fannst eins og fólk svona voðalega þetta drengilegt hjá honum Bjarna, svo flott hjá honum. Mér fannst einhvern veginn rosalega mikið einhvern veginn gert og hann hyltur rosalega mikið að stíga til hliðar, bara stórt hjá honum. Ég meina, þú veist, hann er búin að vera með marga skandala einhvern veginn á sínum ferli og þú veist og svo einhvern veginn og aldrei bara nei, ég er ekkert að íhuga mínu stöðu og eitthvað og svo þegar hann gerir það þá allt í einu bara, mér fannst fólk alveg ég held að sé, já, spurning hvort það er af því hann er karlmaður, já, ég held að það hafi áhrif en svo er spurning með vinstri og hægri ég veit það ekki, ég er sammála Völu, ég held að vinstri stjórnmálakonur séu kannski aðeins óþekkari eða svona þær eru allavega en að fara á móti þessu kerfi þessu feðraveldi, þessu stigskipta kerfi þessu kynjakerfi, hvað við köllum þetta þar sem að karlagildi eru metin hærra og þess vegna segi ég stundum já að ég vil fá meiri til dæmis tilfinningar á Alþingi það er að segja og meira innsæi og meiri mildi og meiri kvenlega eiginleika, þú veist, að því að einhvern veginn fyrst þurftu konur að verða einmitt svolítið karlalegar, sterkar, sjálfstæðar, þú veist, frekar og ekki einhvern veginn svona til að verða komast að, en núna held ég sé komin tími til að bæði ekki bara konur, heldur líka kallar, sem sagt að þeir presenteri meiri kvenlega gildi. Ég til dæmis, mér finnst alltaf, ég er alltaf eins lítil íþróttakona og ég nú er, þá hef ég alltaf svolítið gaman af íþróttamönnum eftir leiki, þú veist, og körfubolta landsliðsþjálfarinn, þú veist, sem að fekk alveg tári í augunum þegar hann var að tala. Og mér finnst alltaf það svo gleðilegt þegar þeir til dæmis sína tilfinningar. Og ég var nú búin að segja það einhvern tímann fyrir löngu, ég er líka ánað með annað hjá íþróttafólki eftir leik, þau segja bara, við vorum bara drullu lélegir,
eitthvað í leiknum. Nákvæmlega, taka Stjórnmálafólk segir aldrei og viðurkennir aldrei að þau hefur gert eitthvað rangt eða verið léleg eða tekið ranga ákvörðun eða neitt. Þannig að mér finnst það hressandi, þannig að kannski ættum við að taka íþróttafólk okkur og karlar og konur að upphefja meira kvenleg gildi. Það er ekki að meina að upphefja konur, heldur bara þessa kvenlegu eiginleika sem allir hafa í mismiklu mæli og ég held að við þurfum að samfélag þurfum að þróast meiri þá átt að þessi gildi fái meiri virðingu og þessi gamla tugga taka ákvarðanir út frá skynsemi og rökhugsun, ekki tilfinningum. Þú veist, þessi tvíhyggja að gera þeim einhvern veginn eins og þessu minna virði, Þú veist, auðvitað á maður ekki verið einhver taugaveiklun að taka ákvarðanir en ég meina, ég held að það sé fáar skoðanir sem fólk er með sem að ráðast einmitt ekki af tilfinningum og tilfinningarnir eru kompásin okkar. Það segja okkur þegar okkur er misboðið og bak við margar skoðanir okkar eru einmitt tilfinningar sem eru, eiga bara að vera leiðaljós, þú veist. Já. En ég tek undir það, mér finnst einmitt mjög mikilvægt að stjórnmálafólk taki meiri ábyrgð þegar þau gera mistök, að þau séu hóværari og auðmjúkari og segi bara ég gerði mistök þarna, nú ætla ég að gera betur og viðurkenni það og mér finnst því miður allt og margar, þú veist, talandi að þetta sé kannski svolítið kvenleg gildi, en þess að konur eru oftar tilbúnar til þess að taka á sig að þær hafi gert mistök og svoleiðis. En mér finnst einmitt margar stjórnmálakonur hafa tekið það upp að vera ekki að viðurkenna að hafa gert einhver mistök. Það sem Katrín Jakobsdóttir gerði til dæmis í viðtali eftir að hún hætti og fór svo beint í forsetaframboð og náði ekki að vinna það og þá fór hún í viðtal og sagði ég hef ekki gert neitt öðruvísi. Hún svona viðurkenndi ekki að þetta hefði kannski verið mistök og ég er samt alveg sammála því að það var mikið harðar tekið á Katrínu Jakobsdóttir og jafnvel á óréttlátan máta en hún fór beint frá því að vera forsætisráðherra í að sækjast eftir því að ég var að forseti. Það er svolítið stigsmunur á því og að bara hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins og sem óbreyttu þingmaður og ætla að fara úr stjórnmálum. Já, en meira hann boðaði til kosninga náttúrulega. Svona öllum að óvörum, allavega samstarfsflokkunum virtist vera og boðaði til kosninga og kallaði eftir þeim bara á mjög skömmum tíma sem var til þess að það varð bara svona handagangur í öskunni, þú veist, það var bara stuttur tími í kosningabaráttu og litlir flokkar, einmitt eins og Píratar og sósíalistar, einhvern veginn og svo Vinstri græn, einhvern veginn svona algjörlega svona urðu gjörsamlega aftur úr bæði vegna fjármagns og svo auðvitað líka bara vegna mannskaps og tengsla því að það var engin tími til þess að undirbúa neitt. En svona, bursi kannski frá því þá en það hann auðvitað tekur þessa risastóru ákvörðun líka, Þannig að það er kannski svona frekar í því samhengi, þú veist, að hann hverfur ekki fyrst frá stjórnmálum, þú veist, hann sprengir stjórnina sem að hann langar að yfirgefa. Að vera við stjórnvölin, já, það er rétt. Það hefði verið smartar á honum, hefði hann bara sagt og ég segja mér sem formaður og sé að, þú veist, það er einhver annar sem að þarf að taka þetta áfram, en hann gerði það ekki. Hann var það sjálfsöruggur að hann hélt að hann myndi hafa þessar kosningar og það myndi ganga betur. Þetta voru náttúrulega versta útkoma kosninga í sögu Sjálfstæðisflokksins. Þannig að hann hefði náttúrulega líka mátt segja sig bara í einhverju öðrum skandal sem hann hefur verið viðloðin. Skilurðu, sölu Íslandsbanka eða Borgunar enn fyrr og þú veist, þetta er svo margt sem hann hefur gert sem var algjör ástæða til þess að segja af sér en hann gerði ekki. Ég ætla að segja einmitt svo sjálfsörugur að hann tók aðna nokkur ráðherra, er það ekki embætti
Jú, Það jú. voru ekki 1, 3. Þú gáði þetta helvitis kvalveiðleyfi en skulum ekki láta einmitt. þetta snúast það og mína gremju. Nei, nákvæmlega. Já, þetta áhugavert, en sko, nú myndu sumir segja að þið værið algjöru vitleysingar að halda þessu fram, að konur í þessu samfélagi hefðu það eitthvað slæmt. Hér erum við með hvern borgarstjórn, hvern ríkistjórn, við erum með konur í öllum stjórnum fyrirtækja af því að það bara búið að innleiða það samkvæmt lögum. Það eru hérna eitthvað sem heitir jafnlaunavottanir sem þú veist, fer svona tvennum sögum afrendar. En hérna konur sækja fram í háskólanámi, það eru í meirhluta þeirra sem að bara kenna börnum og þær eru svona mjög víða í mjög áhrifamiklum hlutverkum. Eru konur kannski bara komnar á sama stað og kallar í íslensku samfélagi? Vilt þú taka þetta? Já. Þú sem mjög góð Já, ég veit ekki hvað, við þurfum bara að hætta að væla, við ráðum öllum helstu einmitt. En svo einmitt spurning, þetta flókið vegna þess að bara svo staðreind að þú veist 1 af hverjum 4 konum verður fyrir kynferðisofbeldi, stór hluti á barnsaldri, bara það eitt og sér og 90 og eitthvað % gerenda eru karlmenn, þótt að það séu þetta til hvern gerendur. Já, þannig að bara þetta með kynbundna ofbeldið, það einhvern veginn og það að það séu núna í öllum helstu stöðum, og fólk bara, hvað bara komið mæðraveldi og ég var eitthvað, þú veist, sjá mig þetta, ég segi, já, kannski ef við höfum þetta svona í 2000 ár, þá kannski verður komið mæðraveldi, en ég meina, þú veist, þetta eins og maðurinn, einhver gamall maður á samfélagsmiðlum þegar það var einhver listasýning sem að kona stóð fyrir og kona var listamaðurinn og sá sem að setti sýningun upp var líka listamaður og eitthvað og þá kom kallinn á samfélagsmiðlum, hvað og bara útiloka kalla frá listasýningum. Þú veist, af því það var ein sýning þar sem allt voru konur og ég meina hvað með all árin og áratugin og árhundriðna þar sem að alla listasýningarnir voru bara kallmenn, ég meina þú veist, þetta svo mikil, þetta svo, ég skil það ekki, mér finnst svo skrítið einhvern veginn, hvað, já, margir eru hörundsárir og hvað margir eru óörgir með sína stöðu og einhvern veginn finnast þurfa að fara í einhverja vörn bara af því að einhver annar hópur að styrkjast. Getum við ekki bara leyft öðrum að styrkjast á þess að við förum eitthvað að halda það sé verið að taka eitthvað frá okkur? Ég meina, Já, og þó svo að jafnræðið sé meira í stjórnmálum núna, þá kynjahallinn mjög mikill á atvinnusviðinu. Launamunu kynjana ennþá rúm 20% og það út af því að kvennastörf, þessi típisku kvennastörf sem umönnun, kennsla, læknar, það eru fleiri konur sem eru læknar. Ég ekki að segja læknar séu reynda með láglaun, en þetta eru láglaunastöður sem konur eru meira í og þess vegna kynbundin launamunur ennþá 20% þrátt fyrir þess að jafnlaunavottun sem var sett á fyrir 20 árum af frjálslyndum konum, nota bene, það gerðu það. Það eru kannski ekki eins og sammálaði í dag, en það gerðu það þó, mega eiga það og í stjórnum fyrirtækja, það settur á kvóti að það verður að vera að minnstakosti 1/3 í stjórnum fyrirtækja þar sem eru fleiri en 50 sem starfa sem eru konur og það ekki komið á, það ennþá hallar enn á konur og ég held að sé innan við 30% kvenna sem eru framkvæmdastjórar í þeim fyrirtækjum líka, eða forstjórar. Þannig að svona á einkamarkaði, á atvinnusviðinu, þá eru færri konur í ábyrgðarstöðum. Það opinberi markaðurinn sem að konur virðast vera fleiri. Eða bara jöfn staða kynjanir meiri en við erum ekki einu sinni að sjá jafna stöðu kynjana og í alþingi ennþá en þann dag í dag eru fleiri karlmenn og þingi heldur en konur þó að þær sem eru við stjórnvölin núna séu konur þannig að þetta einhver bylgja, við erum á einhverju
góðri bylgju að það séu fleiri konur við stjórnvölin akkurat núna, en það mjög fallvalt kerfi. Þetta þú veist, við höfum séð það sögulega, það hægt að kippa því undan okkur bara á næsta kjörtímabili. Við sáum það eftir hrun, þarna voru, þegar Jóhanna Sigurðardóttir var forsætisráðherra, þá voru fleiri konur í ríkisstjórn í fyrsta sinn, en leið og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn tók við á næsta kjörtímabili, þá minnkaði hlutur kvenna. Þannig að þú veist, þetta við þurfum einhvern veginn alltaf að vera þessar bardagakindur. Við þurfum alltaf að vera að passa okkar stöðu og gera betur. Það líka það, við sem konur, við þurfum alltaf að vera betur menntaðar með meiri reynslu og hafa okkur betur til þess að fá þessar stöður. Við þurfum alltaf að gera betur en karlmaður. Við þurfum ekki, þú veist, það ekki sens að við sem einhverju jafningjar með jafnmikla reynslu, menntun og slíkt fáum stöðurnar. Það einhvern veginn alltaf kall sem maður fær. Við þurfum alltaf að vera betri en þeir til að fá þeir. Þannig að nei, auðvitað við erum ekki búin að ná jafnrétti, ekki einu svona Íslandi, þó við séum best í því og Íslandi virðist vera, þá langt í land og líka eins og nefndir áðan með þessa orðræðu sem við fáum á okkur. Leið og við gaggrínum þetta kerfi, þetta karllega kerfi eða gaggrínum einhvern ómenntaðan karl sem að predika til barnan okkar hvernig þau eiga að vera og hætta að væla, að þá erum við bara tekin fyrir, bara við erum teknar fyrir, sko, og það því miður bara hræðilegt til dæmis eins og Hulda Tölkis lenti í, bara hatrið sem maður sér og fólk leyfir sér að segja á internetinu bara svo hræðilega hluti að manni hefði ekki getað dottað í hug. En hvers vegna það þá kannski bara svo að við svona lokum hringnum og förum aftur hérna í Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hún ekki manneskja sem að ég hef til dæmis séð dregna svona sko hérna og tjargað og fiðraða í fjölmiðlum. Það vegna þess að hún svo þægileg og hún stendur vörð þessi gömlu kerfi? Ég myndi að halda það. Hún svona frekari íhaldssöm og svona eða líka smá svona kannski móðuleg, ég veit það ekki. Ég veit ekki okkur ég eitthvað að nefna það við hana, en hérna þú veist, og allir eiga mömmu og þykir vænt mömmu sína og svona, en hérna nei, hún en sko varandi þetta sem Vala var að segja og varandi það hvort að þær séu orðnar jafnmargar í framkvæmdastjórnum eða, þú veist, bankastjórastöðu hvað það sko ég stundum tala þetta svona, sko ég persónulega mér alveg sama þótt að sé ekki jafnmargar konur bankastjórar og kallar, sko þú veist, það ekki markmiði sjálfu sér að helmingurinn af bankastjórnum verði konur heldur finnist mér markmið þetta vera, sko að leikskólastjórar og bankastjórar væri á sömu launum. Það að segja það að stjórna börnum og menntun og fræðslu og þroska væri metið til jafnhárra launa og það að stjórna peningum eða einhverju húsum eða gröfum eða ég veit ekki hverju að það þessi kerfisbundni launamunur milli kynjana, já, hann ennþá til staðar. Og jafnvel þótt hann sé hérna leiðréttur og þá samt örlítill munur, sérstaklega á einkamarkaði, sko. Hann minni kannski hérna, þú veist, í ríkis en samt möguleiki til yfirvinnu og alls konar svona hlutir hafa stundum verið, sko. Þetta svona lúmst, sko. En sko, við þurfum ekkert jafnmargar konur í karlaheimi. Við þurfum að taka kvennaheiminn og kvenlegu gildin og borga almennilega fyrir þau og meta þau. Já, við viljum þessa eiginleika. Við viljum fólk með þessa hæfileika. Innsæi, næmi, mildi. Við viljum það og við viljum að það sé borgað almennilega fyrir það. Vegna þess að þetta krefst mikillega tilfinningarlegar orku. Það voru erfitt að mæla það. Nú ég svona að skauta inn í hérna virðismats starfa, skilurðu. Og hérna tilfinningalega og andlega orka sem að fer í ýmis ummennunar og fræðslu og heilbrigðisstörf og öll þessi hérna sem borin upp að stóran hluta konum. Einhvern veginn, fólk sem vinnur á sambýlum eða fólk sem vinnur með fötluðu fólki, það fær ekki áhættu bónusa, meðan þeir sem með byssur í bílnum, löggur, þú veist,
kallastörfin einhvern veginn eru metin til miklu hærri launa á svo mörgum sviðum, ekki bara grunnlaunin sko, heldur líka bara allt svona sko að því að mögulega það eitthvað efnislegt en ég meina við þurfum að fara að meta þessa andlegu tilfinningalegu hluti og meta þá til launa af því að það skiptir máli. Nú og það krefst myndi orku. segja, sko, þetta rosalega hvítur feminismi. Já. Þetta mjög hvítur feminismi. Við erum bara að tala einhvern veginn, sko, einmitt að, það hann tekur ekki tillit til svo margra annara þátta. Þetta bara, við viljum hugsa menntakonur fyrst og fremst og þær sem eru kannski minna svona jaðarsettar og eru komnar upp á ákveðin svona pall í samfélaginu og við einhvern veginn svona tölum fyrir feminisma fyrir þær með jafnlaunavottunum og öðru slíku eða að jafna laun þeirra á vinnumarkaði ef að þær hafi ákveðna ábyrgð samkvæmt þær sem kennslukonur eða læknar eða hvernig sem það erum við dottnar í þá grefju hér til dæmis? Ég myndi ekki segja það og eins og ég skildi til dæmis Ásu, þá var hún ekki bara að benda á kennslustörfin og menntaðar konur heldur líka umönnunar aðila sem eru að megninu til konur líka. Ég hef sjálf unni á sambýli, það voru svona 90% konur á móti karlmönnum sem að unna á því sambýli. Af erlendum uppruna líka? Fólk af erlendum uppruna líka og auðvitað, þú veist, þurfum við alltaf að vanda okkur að við séum líka að berjast fyrir þeirra réttindum. Það rosalega auðvelt fyrir okkur, hvítar konur á Íslandi, að falla í þá grifju að vera bara boða hvítan feminisma. En ég tel svona allavega hjá vinstri konum í okkar samfélagi meira svona verið að víkka þetta hugtak út. Ég hef sjálf til dæmis út af því að ég vann nú hjá Eflingu og minn stærsti hópi voru konur í ræstingu þannig að ég hef reynt að beita mig fyrir því bæði á þingi og í ræðu og riti að ræstingakonur fái betur laun, að þær séu betur metnar á vinnustöðum og ég hef til dæmis gagnrýnt það að opinberar stofnanir og ríkisstofnanir hafi boðið út ræstingar vegna þess að þessi ræstingafyrirtæki þau að taka stóran hluta þess fjés sem að þessar stofnanir borga fyrir ræstingar á meðan konurnar fá lægri laun og ég var sjálf í ræstingu þegar ég var einsta móðir og fór frá því að vera að vinna hjá Reykjavíkurborg bara með einn vinnustað sem að ég gat þrifið auðveldlega á 2 tímum í það að ISS sem nú heitir Dagar tók það yfir ég fekk 3-falt stærra svæði til að þrífa fyrir sömu laun þannig að ég var í 5 klukkutíma til 6 klukkutíma að þrífa það svæði en fekk jafn há laun og ég hafi verið fyrir 2 til 3 tíma vinnu. Þannig að þetta náttúrulega einmitt gildismatið okkar í samfélaginu. Þetta eru ómissandi störf. Það þarf einhver að þrífa skítinn eftir okkur og það ekkert sjálfsagt að fólk fari í það og fólk gerir það ekki af einhverju hugsjón. Það gerir það vegna þess að það fær ekki önnur störf og kannski og þú veist, og við erum að flytja inn fólk í þetta, það rosa lítið af Íslendingum sem að vinna við þrif í dag miðað við bara fyrir 20 árum þegar ég var að vinna við þetta sem einsta móðir þá voru við eiginlega flestar bara íslenskar og þú veist, en við sáum þetta gerast, en við létum ekki bjóða okkur þetta og fórum í önnur störf og nú eru, þú veist, innflytjendur að taka þessi störf og það verið að níðast á þeim þannig að þau viti ekki einu sinni réttindi sín. Það ekki þannig að Vinnumálastofnun rétti þeim bækling þegar þau mæta til landsins. Það var allan ekki þannig þegar ég var að vinna í Eflingu og það var eitthvað sem ég rifst við Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitið. Þá sagði ég bara, eru þið með bæklinga sem að þið eru með á öllum helstu tungumálum sem það skilja þeirra réttindi? Við þess að þegar ég fer út í vinnustaðaeftirlit þá virðast þær hvorki vita að það séu stéttarfélagi, né hvað stéttarfélagi gerir fyrir þær, eða hvert þær eiga að leita ef á þeim brotið. Og það var bara eins og að koma tómum kofunum, bara, þú veist, það var ekkert búið að þýða efnið yfir á einu sinni ensku á þeim tíma. Þannig að við verðum náttúrulega líka að gera okkur grein fyrir því að veruleikin á Íslandi allt öðruvísi en hann var. Við erum 20% fólk sem að býr á Íslandi af erlendum uppruna
og við megum ekki falli þá grifju að vera eins og Bandaríkin og bara níðast á þessu fólki og hérna En nú myndi kannski einhverju segja já, en staða karla af erlendum uppruna sem eru til dæmis ekki íslensku mælandi, flóttakarlar, arabískir karlar, brúnir, svartir karlar nú er þeirra staða svona mun lakari heldur en svona meðal konu á Íslandi og það þá ekki orðið eitthvað skonar öfugmæli að berjast svona fyrir svona kjörum og feminisma þegar þessi maður eða þessir menn sitja þarna svona einhvern veginn á hakanum? Það eru margir menn í mjög vondri stöðu sko, sérstaklega brúnir og ég verð nú bara svona, þú veist, til að bregðast aðeins við þessu sko, þótt ég hafi nefnt leikskólastjóran sko og bankastjóran sem eiga að vera jafnháum launum, en það er ekki af því að hann er menntaður kennari, ég geta sagt ræstingastjórin og bankastjórin að því ég er ekki að tala heldur er ég að tala að þeir sem að vinna kvennastörf eiga að fá jafnhálaun og kallastörf og þá er ég ekki bara að tala þá sem eru menntaðir. Það er bara algjör miskilningur. Ég meina ef að leikskólastjórin er með jafnhálaun og bankastjórin þá er að sjálfsögðu menntaða kennararnir með hærri laun og þá er sjálfsögðu ófaglært fólki sem er að starfa það líka með hærri laun sem er að leysa þá kennarana af. Ég meina, þú veist, þá erum við að meta starfið sem mikilvægt starf og þá að borga hátt fyrir það, hvort sem það er ræstingastarf eða umönnunastarf eða kennslustarf eða heilbrigðisvísindastarf eða hvað sem er. Þannig að ég er ekki sammála því allavega að tala það að við þurfum að hampa kvenlegum gildum meira og meta þau til launa, að það sé einhver yfirstéttar feminismi. Bara, ég er algjörlega ósammála því en þótt ég hafi tekið svona en þú veist, leikskólastjórinn, hugsa ykkur ábyrgðina sem hann ber. Og ég meina, hvað rugl er í gangi, þú veist, með laun, þú veist, einhverja sem ég veit ekki, yfir einhverju verkfræðstofu, en ég meina, þetta er börn og þetta er framtíðin og af hverju er þessi störf, hvað sem það eru faglærði og ófaglærði ekki metin til hærri launa. Þú veist, það er náttúrulega, það er skekkjan sem við þurfum að leiðrétta. Og hún á alveg að byggja efri stétt eða millistétt eða menntaða eða ómenntaða. Þetta er sama baráttan í mínum huga. En hvað með kallana sem eru Já, á launastig? það er náttúrulega, þú veist, það eru rosalega margir og sérstaklega einmitt brúnir, svartir menn sem eru í vondri stöðu og margir hvítir líka. En mögulega eru þeir kannski, ef við tökum eins og hvítumennina, þeir eru kannski ekki í vondri stöðu af því að þeir eru kallmenn. Þú veist, þeir eru í vondri stöðu af því að kallmenn eins og konur búa við fátækt og búa við alls konar og ofbeldi og hitt og þetta og er í vondri stöðu eða hvað sem en það er þessi auka breyta að sko að vera búa við skort af því að maður er kona, að verða fyrir ofbeldi af því að maður er kona. Sko, já, og þurfa að gera betur af því að maður er kona. En femínísk barátta og rétti í samfélaginu, það gagnast líka köllum sem að hallar á. Öll mannréttinda barátta gagnast fleirum og femínísk barátta er það náttúrulega í grunninn. Og ef að við erum að upphefja og tala máli svarta og brúnna kvenna sem eru í ræstingastörfum, þá gagnast það líka köllunum sem eru í sömu stöðu. En það er líka þannig, nú vitna ég aftur í Eflingu og þar sem við höfum skoðað tölur yfir kalla í láglaunastörfum og konum í láglaunastörfum, að það var mikill launamunur á kvennastörfunum sem voru mikið til ræstingar og umönnun á hjúkrunarheimilum og annað og á kallastörfunum sem mikið til í byggingariðnaðinum og í matvælaframleiðslu og annað, þeir voru með hærri laun, þó þeir væru ómenntaði kallar af erlendum uppruna, þá voru með hærri laun heldur en konurnar, ómenntar konur af erlendum uppruna. Fyrir utan það líka, eins og við nefndum hérna áður en að við fórum í loftið, að það er fullt af fólki á Íslandi í dag sem er vel menntað en fær ekki að starfa
innan sín sviðs. Við erum að tala um hjúkrunarfólk og sjúkraliða, röntgentækna, tannlækna sem að hér hafa komið, bæði flóttamenn frá Úkraínu, Venezuela og frá öðrum löndum sem fá ekki að starfa. Þau eru ekki metin inn í Íslands samfélag með sína menntun og eru bara að vinna einhver láglauna störf sem ekki þarfnast menntunar. Þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum að gera betur. Og ég vil meina að það séu feministar sem að halda uppi allri þessari réttindabaráttu. Þú sérð ekkert hvíta kalla vera að berjast fyrir útlenskum köllum hérna á Íslandi. En þú sérð konur vera að berjast fyrir öllum hópum á Íslandi. Hvort sem að það er minni hlutahópar vegna uppruna eða hvort að það er hinsegin fólk eða annað. Þá eru það konur sem að halda uppi þessari baráttu vegna þess að við þekkjum kannski svona pínulítið, þú veist, forréttinda blindan okkar er alltaf aðeins minni en kallana og við skiljum betur hvað það er að verða fyrir mótlæti og þess vegna getum við betur sett okkur inn í annað fólk og hvernig þau verða fyrir mótlæti og reynda að hjálpa þeim. Þannig að ég myndi helst vilja bara að kallar, bara hvítir íslenski kallar, hvort sem eru menntar eða ekki, þeir séu líka virkir í baráttu fyrir ýmsum mannréttindum. Að þeir einhvern tímann standu upp og viðurkenni sína eigin forréttindi og þú veist, hafi með þessi kvenlegu gildi sem Ása var að minnast á, bara samkennd og innsæi og tilfinninga til þess að sjá að kannski þurfa þær að hjálpa öðrum. Eitt að lokum, sjáu þið fyrir ykkur að þetta eftir að gerast með konu í brúnni hjá Sjálfstæðisflokknum? Hér verði, ykkur skonar femínísk framtíð? Nei, stuttasvarið er nei. Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir karlagildi og kapitalisma. Innan þess rúmar mjög narrow, hvað narrow í íslensku? Þröngt svið feminisma. Það er flott að Guðrún Hafsteinsdóttir sé komin í brúna og sé þarna bara til að representa konur, en það mun ekkit skapa neinar sérstakar breytingar til ég innan hvorki Sjálfstæðisflokksins né bara hjá hægri sinnu fólki yfir höfuð. Hún er þarna vegna þess að hún fylgir karllægum gildum og upphefur þeirra málstað. Og ef hún gerði það ekki, þá væri hún ekki hann. Nei, ég er sammála sko. Hún einmitt stendur fyrir ákveðna íhaldssemi og ákveðna svona kynþáttafordóma finnst mér sko. Hún er svona, setur þessi nýju eða svona útlendingalög, stimpla sig inn þar og ég held að hún hafi mikið til unnið út af það sem er miður. En einhver í vinnunni hjá mér sagði nú kannski bara ágætt að það sé einhver svona rasiskur sem tekur við að já, ég veit ekki, minkar flokkurinn ennþá meira eða stækkar meira eða það ruglar allt með miðflokkinn eða hvað, þú veist hvað er að gerast og að það sé betra, það sé fyrir þá sem eru á móti Sjálfstæðisflokknum, að það sé betra að það taki einhver svona íhaldsamur við. Ég held einmitt að veri að það hefði verið einhver óþekkur sem að taki við. Já, ég var persónulega, sko, ég hélt með Áslaugu Örnu líka, sko, að því að hún er aðeins fyrir álslindari svona finnst mér heldur en Guðrún, sko. Já, ég sá bara fyrir mér að hún myndi eyðileggja flokkinn eins og Bjarni. Já, þú meinar. Vera svo óþekk. Nei, sko, ekki kannski beint að því hún er óþekk, heldur bara, þú veist, hún á til að segja bara mjög óvinsæla hluti og gera ýmis mistök, hún hugsar ekki nú kannski áður hún talar. Hún er mjög vönduð, hún Guðrún Hafsteinsdóttir. En ég tel samt að hún muni þurfa að ef að þessi flokkur býður afhróð núna í sveitarstjórnarkosningum eftir 1,5 ár, þá mun Guðrún Hafsteinsdóttir þurfa að taka ábyrgð á því og það verður miklu harðar sótt að henni heldur en var við Bjarna Ben, bara vegna þess að hún er kona. Ég öfund en ekki það hlutskiptið að vera formaður Sjálfstæðisflokksins og því ég veit að það mun vera henni og bara hvaða konu sem er, mjög erfitt. En svo, þú veist, er bara erfitt kannski fyrir okkur að vera að meta þetta þar sem við erum bara svo innilega báðar ósammála Sjálfstæðisflokknum í þeirra stefnum og gildum. Já,
Stelpur, takk kærlega fyrir að koma. Stelpur, konur, þeir eru yngar stelpur. Já, stelpukonur segja alltaf svona. Ég er svona stelpukona. Já, það er bara mjög sætt. Já. Maður heldur alltaf í stelpunni í sig líka. Já, maður verður að gera það. Já, Valgerður Árna og Ása Lind Finnboga, þakka ykkur kærlega fyrir að ég bara svona spá í spilin með mér og það er búið að vera virkilega gaman að hlusta á okkur. Og ég beð ykkur hlustendur og áhorfundur að doka við því að það er meira hér handa við hlýja. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.